Þú ert að hlusta á Fortíðarsamtal fyrir framtíðina, samstarfsverkefni Náttúrustofu Suðausturlands og Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar, styrkt af Sambandi sunnlenskra sveitarfélaga. Fortíðarsamtal fyrir framtíðina er 4 þátta röð viðtala við eldri konur á Suðausturlandi. Ætluðum til að varðveita sögu þeirra, rödd og upplifun á náttúrunni og breytingum hennar. Í þessum öðrum þætti heyrum við sögu Höllu Bjarnadóttur í viðtali teknu af Kristínu Hermannsdóttur og Snævari Guðmundssyni. Til að byrja með, þá langar okkur að biðja þig bara að segja fullt nafn og hvar þú ert fædd. Halla Bjarnadóttir, fædd á Holtum og Mýrum og Vesturskarðasýslu. Já, hvenær fæddist þú? 24. febrúar 1930. Já. Glemdi því, já. Það er allt í lagi. 1930? Já. Þannig að þú ert búin að muna... Já, ég er 91. 91 árs. Það er flottur aldur. Og hvar hefurðu búið síðan þú fæddist? Ég var nú fyrst þarna á fæðingarstaðnum og svo flutti pabbi yfir í annan bæ á Mýrunum, Viðborðssil. Já. Og svo fór ég bara snemma að heiman fyrir að vinna. Já. Hvenær fórst að heiman? Ég hef sennilega verið 16 ára þegar við fórum 16 ára og réðum okkur ráskonur við bát. Kunnum ekki neitt, áttum ekki látið lífið. En hraðslampaðist. Og hvar var það? Það var hérna á Miklagarði. Já, voruð þið í verbúðinni þar? Já. Já. Og áttu bara lítið herbyggi inn að verbúðinni? Já. Og sáuðum... Já, matinn. Mat en þvott? Nei. Mat fyrir þá einhverja áhafnir? Já. Og er eitthvað eftirminnilegt frá því að þú varst lítil? Húsakostur eða... Við vorum bara náttúrulega... Það var bara, hvað ég að segja? Það var bara baðstofa. En hún var alveg þylgið innan. Já. Það var ekki svona eins og var semstaður. Það var ekki, hún var þylgið innan sem sagt. Já. Og ég man þetta ég lá upp í rúmunni og telja kvistina í. Já. Í loftinu? Já. Var kalt í húsinu? Nei, ég man aldrei eftir því. Nei. Var baðstofan yfir fjósi eða? Nei. Það var eldhús undir baðstofunni. Já, þaðan hefur hlýjan komið. Já, eða, ég veit það nú ekki. Nei? Ég hef aldrei hugsað út í það. Það var aldrei neitt kalt og það var engin upphitun það. Nei? Nei, það er... Ég hef aldrei hugsað út í það, hvað var. Nei. En hvernig var... Þú mátt byrja. Hvernig var komið rafmagn á bæinn? Nei. Það var ekki komið meðan ég var þar. Nei. Þetta sjá það ég fædd 30, það var 41 sem að ég flytt að Viðborðssilli. Já. Og svo... Nú varstu þá í gamla húsinu í Viðborðssilli? Já, fyrst. Já, sem stendur núna aukt? Já. Það er steinhús? Já, það var mikið kaldara. Já, það hefur verið kaldara. Já. En var komið rafmagn þar? Nei. En hvað hefur þá, hver hafa verið þín helstu störf? Ég vann lengst af hjá þessari stofnun. Heilbrigðisstofnuninni? Já, þú veist það. Já, upp á Skjólgarði, gamla. Já. Ég held að við unnið þar í 26 ár. Þú byrjaði þegar það opnaði? Já, fyrsti fasti starfsmaðurinn. Varst þú? Já. Já? Það er flott. Fyrir Jón dáinn, hann getur ekki vottaði. Nei, en varstu þá í umönnun eða Nei. varstu strax í eldhúsi? Strax í eldhúsi. Já.
Það var eiginlega Magga sem tróði mér í það. Ég ætlaði alltaf að fara í uminn. Nú, En þú veist hvernig Magga er. Magga Gísli. Magga Gísla. Já, ef hann er dættur eitthvað í henni og hann stærði upplagt að ég væri þetta. Það er svona húsmóðir þannig. Já. En hvaða, þú bjóst fyrst þarna þá inn á Viðborðsseli Já. og svo ferð að vinna hér út á Svo Höfn. fer ég aftur við bát Já, og svo er ég heima eitt sumar og svo fer ég að búa já. Og hvar byrjaðir að búa? í Reykjavík. Hvað, 17, 18 ára? 19 ára. 19 ára? Já. Varstu þá búin að kynnast Manni, manninu þínum? já. Já. Og varstu eitthvað að vinna þar í Reykjavík? Nei, Eða húsmóður? átti nú fljótlega barn, Já. Já, en svo fórum við hérna austur. já. Það var nú eiginlega tilviljun sér í því en það var svo leið sem við fórum hérna austur. Það var þá eins og alltaf hefur verið húsnæðisfragn í Reykjavík en maður átti ekki bara sandan peningum Já, og við fórum. Þetta bróðir mér hringdi og sagði að hann væri illa staddur, það væri hann þyrfti eiginlega losna frá bát sem hann var búinn að ráða sig á. Og hvort að Óskar vildi ekki koma, taka plássið. já, Og við fórum austur, já, það var nú sögulegt, við fórum með Herjólf, Herðubreið sennilega, frekar en ég síni, ég man það nú ekki. já, með skipi. Já, en hún kom ekki inn. Ekki inn Nei. ásina. Og okkur var bara hent, hann í báta. Og fyrst, þeir kom á bátum út og fyrst var Lucy hent á Skammelli. En það var bara hent út í myrkri. Mér fannst það rosalega svakalegt. Já, Þeir gripa hana á bátnum. Svo átti ég að hoppa og ég náttúrulega gerði það því barnið var farið já, og þeir tóku á móti mér. Ég alveg sem ykkur er í, það hafi ekki verið ykkur frá Sigurðarlösin. sem komu að Já, ferja ykkur í land. já, ég bara hef aldrei sem ykkur er í því. En En hvað þeir höfðu þennan starfa sko að fara út fyrir og sækja þá sem allir og svo vörur. Já, Og fóru þeir innum ósinn eða Já, á litlum báti já, já. með þig og eins ás barn? Já, já, og manni minn og svo varning sem kom við skipinu. já, Já, já. Var þetta árabátur eða mótorbátur? Nei, þetta var mótorbátur, Já. þetta var fiskibátur Já. sem þótti stóra á þeirra mælikvarða. þannig að þið komið í land á Höfn. Já. Og hann fer á sjó. Já, ég var heima í eins og cirka mánuð, eitthvað svolítið. Svo fengum við leikt í Dagsbrún, Já, neyri. Og svo byggðum við hús á Kirkjubraut 2. já, og þið byggðu það sjálf. Já, Já. Og byggu þar já, alla tíð eða hvað? Lengi allavega. já, já. Við byggum þar og skatta á þar. Og svo hérna fluttum við upp á, eða ég vildi skipta því ég reyði ekki við það að hugsa bæði ytra viðhald og lóðina. Já, Og ég var nú oft búin að reyna að leita fyrir mig hvort að ég fengi ekstra blokkaríbúð. En svo gæti ég á Silfrabraut. Ég fann að ruglast í þessu. 10 var það ekki? Varst ekki á Silfrabraut 10? Það sem að er utan á gengið. Nei, 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 þú varst ekki í henni. nei. Ég var, Þá hefur það verið 2, 4, 6 eða 8. af hverju mann ég þetta ekki? Það er allt í lagi. Það var í blokkinni, annarri hvori. Já, Já. Voru stelpurnar þá farnar að heiman? já, já. Birna og Lucy? Birna fór snemma
að þeim Lucy var bara búin að sér mann, hún var búin að, ég jáði hann pappina dó, þau tóku saman á Heiðum, 16 ára, 15-16 ára, eða 16-17 ára, vil ég segja. Já. Og það stendur enn. Já, það stendur enn. Já. Við þekkjum þau bæði, Lucy og Sigga, Já. og börnin. Já. En hvaða störf hefurðu unnið svona? Já, fyrst fór ég var svona gripið hitt og annað, aldrei neitt fast, ég vann eitthvað svolítið í bakaríinu. Já. En það var ekki lengi svo, eftir að Óskar dó, þá var engin leikskóli hér. Nei. Þá fór ég að sauma fyrir konur, af því að ég gat ekki farið neitt að heiman, því að Birna var svo lítil. Já. En svo blessaðist þetta allt, svo fór og Súnugrasi. Já. Og þú vannst á Skjólgarði? Já, það stóð þannig á. Ég hef verið farin að vinna, nú man ég það, ég hef verið farin að vinna á Skjólgarði þegar ég flutti á Kirkjubrautin. Já. Þegar að þú byrjaði 74 á Skjólgarði, var það ekki? Já. Ég man eftir að hafa komið til þín á Kirkjubrautina. Já, Óskar dó 74. Já, Óskar dó 74. Já. En allir ég hafi ekki fluttað bara 75. Já. En áttur ekki einhver áhugamál? Ferðalög eða? Ferðalög. Já. Og hvað fannst þið gaman að ferðast? Ég fór allt mögulegt. Hérna á þessu svæði eða? Nei, út allan heim. Já. Já. Og hvað var skemmtilegast að ferðast? Ég veit það ekki. Það fór nú svolítið eftir náttúrulega. Ég fór, fyrstu ferðin sem ég fór, þá fór ég í Bændaferð. Þá ferðast þeir og stoppa á. Já. Svo lenti ég þar inn í ferðaklúbb. Hitti þar fólk, eða mann sem var með ferðaklúbb og ég gekk í hann og svo fórum við víktum. Ég kann ekki að telja það upp. Nei. En út allan heim? Já. Já. Bæði Evrópu og Asíu. Já. En hér í kring, hefurðu ferðast mikið hér í kring? Já, dálítið mikið. Af því ég alltaf var á bíl og eftir að við hefum oft voruð hlægjað yfir Elínborg, við erum búin að tala við Elínborgu. Já, við erum búin að heyra í henni. Að eftir að hún, eða við hættum að vinna, eða hún hætti að vinna og ég líka. Og eftir ég hætti að fara í svona ferðar, já. Þá fórum við oft á sunnudögum eitthvað, eða ekki á sunnudögum, bara eitthvað var gott á veður. Og hún rifjar oft upp, ég segi ykkur ferð, hvað við höfum verið orðin ruglaði þegar við fórum þetta. Við fórum alltaf árlega á Skeiðarársandi að skoða hríslurnar. Já. Það er spretta. Og svo einhvern tíma þá erum við hjá Fagurhúsmýri og erum að sjá orfa á Klettaklifur. Og okkur langar nú að komast nær og förum nær. Og svo kem ég læk sem var bara svona bratt onni. Og ég segi, bíllinn mig fyrir þetta aldrei. Nei, segir Ella, það nú ekkert að fara á sokkunum og baða. Ella er 7 árum eldri en ég. Já. Og við drifum okkur sokkum og veðum við og snúum okkur við þá sjáum við það göngubrú svona 10 metrar. Já. Það er við oppunar ef ég. Þið þurftuð ekki að fara úr og vaða? Nei, en þetta er góð minning. Já, það er gaman að vaða.
Hérna segðu mér, hvernig varst einhver skólaganga þegar þú varst krakki? Nei, það var bara barnaskóli. Já, og var hann út á Mýrum? Já. Og við gengum í þangað. Já. Hvernig var sumrin þegar þú varst... Það var heiskapur, heiskapur og aftur heiskapur. Ég skil. Það er bara vinna. Já. Já. En manstu eitthvað eftir jöklunum þá? Já, þeir voru ekki svona auðmikillegir eins og þeir eru orðnir núna. Nei. Það er mikill munur. Já. Voru þeir miklu stærri? Mér finnst ég munna það. Já. Og ég var nú að gaf honum mynd. Hann heitir hann býr hérna inn í sveit. Já. Hann er eitthvað stjörnu... Hann Snævar. Já, Snævar. Já. Þetta þú? Já. Já, svona ég skil. Ég gerst ekki eitthvað mynd frá mér sem... Jú. Bara svona litla teiknum og litla myndavél, ekki nú með svona. Og þá sést hvað... Já, hvað jöklarnir voru. Já, hvað jökulfellið er mikið stærra. Já, það er stækkað mikið núna, já. Já. Já, hvað er mikið stærra núna. Ég man eitthvað þegar ég var krakki í Holtum og við vorum að horfa á jökulfelli og okkur sýndist þetta bara eins og svona lofa okkar. Já. En voru árnar eitthvað að stríða ykkur á þessu tíma? Já, ég hafði nú ekkert af því að segja, það var bara karlmenn. Voru það karlmennirnir? Já. En sko, það var engin vandræði sko hjá okkur. Nei. Komust þið með samgöngur og að komast hingað á Höfn? Nei, það þurfti að fara yfir Fljótin og þar var Sigurbergur Sýnafelli í Farabroti. Á bíl eða bát? Á bíl. Já. Og setti strákan upp á hesta og setti þá fyrir bílinn. Já. Og nú fyrst þá til myndir frá því. Já. Voru þeir að taka ykkur áhættu stundum? Maður veit ekki hvað er áhættu. Nei. Þeir voru svo allir vanir. Já, þú verður ekkert verið hrædd við þetta, að fara með þeim? Nei, ég fór aldrei í svoleiðis ferð. Maður blessuð góð og maður fór ekki hérna í Kaustanum einu sinni á ári. Já. Og við biðum eftir því á veturna að það kemur frost og Fljótin fyrir þessu, þá er þetta að fara í Kausta fyrir jól. Já. Fóruðu þá að hestum yfir? Nei, gangandi. Bara gangandi? Yfirleitt. Gangandi yfir Fljótin? Ég man nú aldrei eftir að ég færi. En ég man þau fóru 2 eldri systkini mín. Já. Þau gengu yfir Fljótin. Veistu hvað, tók þetta alveg heilan dag eða marga daga? Nei, það tók, nei. Það er eftir hvað fólk var röst. Einu sinni vorum við að sækja skemmtun hérna út á Höfn. Það var verið að leika hreppstjórinn og Hraunhamri. Já. Og það var fóru nokkuð margir að Mýrunum og við fórum Söra Flati. Og þeir báru okkur stelpundan yfir dýfstu álana, kallarnir. Já. Og svo lögðum svo fengum við bíl vestur á Fjörutanga og fórum á bát upp yfir. Þú sér hvernig... Frá Melatanga og yfir á Höfn? Já, það var bryggja þar sem Hvammurinn er. Já, ok. Og hvaðan það, svo hárum við skemmtum okkur og við góðum náttúrulega. Svo kemur svo mikið frost nóttina að þeir halda það að Fljótin sé í frosi. Það mennum við róta að fara gangandi og við förum og ég man sérstaklega eftir Guðmundi Sæmusin, veistu Krjána? Já. Massa Krjána. Já, ég man hver hann var. Og hann var með bókapók á bakinu, hafði fengið okkur svo bækur lánaðar og einu sinni skrifnaði hann fótur og hann datt og þá var bókapókinn og þungur og þá kom gat. Og mist hann bækurnar? Nei, hann var dreginu. Já, þannig að það hefur ekki verið þykkara á þessu en það? Nei, það var ekki þykkara það mátti ekki við neinu. Nei. Við erum bara að ganga
settleg yfir, ekki hopp eða neitt. Og þið komist heim, heil og haldi. Já, já. Já. Var þetta þá vetur? Já, þá var ég hjá Sigurbjörg og Jóni í Hólmi. Átt að vera þar vinnukonu því þá var hún að eiga annað barnið. Já, já. Já, Sigga. Sigga sem býr á Borg núna? Nei, það Nei. er annar. Já. Það er annar Siggi. Það er annar Siggi. Hann held hans í Dánarson. Já. En segðu okkur eitt, hérna í Kaupstað, þá var verslunarrekin hér. Já. Manstu eitthvað eftir henni? Hvað hún bauð upp á? Sko, það var náttúrulega verið sjálfsagt fátæklegt fyrst, en svo bara fékkst allt mögulegt til kaupfélaginu, manstu það ekki, Kristín? Jú, þegar kaupfélagi kemur. Já. Kaupfélagi var náttúrulega alltaf, Já. og svo stækkaði það. Já. Það kom inn á það sem að núna er Vöruhús, já. Já, þú hefur farið í kaupfélagi þar sem það er við hliðin á kaupmannshúsinu. Já, út frá fyrst. Já, það sem er veitingastaður núna. Já. Og svo hitt. Já, svo kemur vöruhúsið. Já. Það var alveg stórmarkaður. Og bannið fyrst. Það var allt til. Já, það var allt til. Og maður sagði stundum ef það fæst ekki kaupfélaginu þá þarftu þess ekki, þá er það ekki til. Já. En ef við hugsum náttúruna, manstu eftir einhverjum nytjum af fuglum eða Nei, slíku? það var aldrei heima, það var aldrei skottið fuglar og aldrei rænt egg. Nei, hvorki viðbórseli eða Nei, holtum? nei. Nei, en manstu eftir einhverju öðru úr svona dýralífinu, einhverjum... Það voru bara þessi dýr sem voru alveg heima. Já, bara heimilistýrin Já, já. eða búfénaðurinn? Já. Já. Var eitthvað ref? Já, þeir fóru að liggja á greni, en það kom ekki til okkur stelpunda. Nei, manstu eitthvað eftir að refurinn hafi ollið skaða og sauðfé eða slíku? Ég man nú einu sinni eftir því að pabbi var eitthvað að skammast yfir refnum. Það þurfti að fara að liggja á greni. En þeir voru enginn þeirra mannum byssumenn. Nei. Þannig að þeir voru ekkert að veiða mikið? Nei, ekki neitt. En fisk og eitthvað svoleiðis, var það eitthvað veitt? Einhver silungur? Já, það var eitthvað svolítið, en eftir að við komum að sili þá áttum við ekki ítak í ánni. Já. Það var við vorum í Holtum, þá var það svolítið skemmtilegt, þá voru lagnir, þá voru lögðnið, Tjörn átti fyrsta lögnina, svo var Hálfubrekkulögnin og svo var okkar lögn. Og svo náttúrulega veittist best í fyrstu lögnina. Já. En var þetta Þetta var þegar við vorum í Holtum. Þetta var í Djúpá. Já. Og þetta var lagt þarna niður við brúna. Já. En grænmetisræktun, voru þið eitthvað með svoleiðis? Það var ekki mikið, það voru bara róur og kartöflur. Já. En þú sjálf þegar þú ferð að búa hér út á Höfn? Nei. Varst ekki með mikið svoleiðis? Nei. En þessi rófu og kartöflugarður, dugði það yfir árið fyrir ykkur? Yfirleitt. Já. Já. Það var yfirleitt gengið þannig frá því á haustin að dugði. Já. En manstu eftir sandfoki og slíku? Það var ekki sandfok heima, því við vorum þeim megin við. Já. En það var sandfok hér út frá alveg ferð. Hérna út á Höfn? Já. Og var það oft og mikið? Já, það var ansi mikið, því það var farið að nú segi ég það sem ég á ekki að segja því ég veit það ekki nú vel. En ég held að það hafi verið farið að hvað ég segja, sækja á fiskvinnsluna því þetta var norðan og rauk sandur
Já. Og þetta fór hann í fiskinn líka. Já. Það hefur verið... En Egill á Seljavöllum var þá þingmaður, hann má nú eiga það. Hann sá til þess að það var grætt upp í skóin. Sem nú allt gras, allt var sandur alveg frá veginum út í skói. Já. Nú þetta allt gras. Allt uppræktað. Já. Og var það Egill sem svona kom því af stað? Já, fjárveiting í það, ég held að sé rétt. Já, það getur bara alveg passað. Hann var á þingi þá. Já. Já, hann hefur hugsað heim. Já. En manstu eftir ykkur varandi veðrið, þegar að þú ert lítil, var alltaf gott veður? Nei. Nei. En maður lýtti að hafa það, maður var mikið úti, sko. Já. Og þegar að ég 9 ára, þá fer mamma á Engjar með Sigurjón. Og ég heima með Berg og Snorra. Já. Og Bergur var þá bara á Örhóri. Hún fór hádegið. Fór með hádegið með tandafólkinu. Já. Það var verið á Engjum, sem kallar, Já. sem enginn þekkir núna. Var það þarna, það sem fyrir neðan bæinn og í átt að... Austur, átt af Fljóton. Átt af Fljótonum, já. Og var þá sláttur á Engjunum eða hvað? Já, Já. þá var slegið bara með orði, Já. raka með grifu. Og þá ert þú heima með, hvað, 2 bræður? Já, Já. og eitt var hlægilegt, ég átti að setja upp kartöflur áður en mamma kæmi heim. Og kartöflurnar voru grafnar niður í skemminni, þar sem að það eru frösik. Þetta voru kartöflur sem áttu geymast, kartöflur nýja skörkæmi. Og ég var svo hrædd að fara hún. Og ég setti alltaf, Snorri var svo þægur. Ég setti hann fyrst niður og svo fór ég og setti í pókan og í pottinn og svo klifraði ég upp og svo dró ég Snorra. Hann var svo þægur og gerði þetta allt eins og ég sagði. Varstu myrkfælin þá? Ég átti ekki draughrædd eins og krakkarnir myndi það var sagt. Já. En ég veit ekkert við hvað ég var hrædd. Ég hef ekki hugmyndinu. Bara í myndunaraflið? Já, í myndinu. Já. Að það myndi upp bíti lappirnar á mig. Já. Var það svona lenska Nei, að vera hjátrúarfullur? Nei, ég man eftir því að þegar Steinþór á Halla, þið veitu hver hann Já. kom heim og fór að segja okkur sögur af einhverjum skrýmslum og mamma var nú ekki hrifin að því að það mátti aldrei segja svoleiðis sögur heima. Hún sagði við verðum nógu vitlaus og myrkrætt og við verðum ekki verið að segja þeim draugasögur. Já, hún hefur viljað stoppa þetta. Já. 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 En þegar þú flyttur hingað og fannst þið vera verra veður hér eða öðruvísi veður heldur en inn á Mýrum? Nei, ég fann það nú Engin munur? Nei. Nei. Það var kannski hlýrra á Mýrunum? Ég veit það nú ekki. Þetta er nú ekki svo langt. Þetta átti bara að vera svipað. Já, ekkert sem þú svona manst eftir sérstaklega. En með snjó, var mikill snjór? Ég man eftir miklu snjó einhvern tíma við vorum í Holtum. Það er nú svona að segja frá því að það var eitthvað kom saman fullorðna fólkið og var að spila. Sennilega þetta við á Nýjastaði. Og við krakkandum vorum að renna okkur. Og þá var snjó hægt að renna sér á Bólsklettunum, þú veist, þeirra hófið. Já. Og alveg slett niður. Og við komumstum ekki alla á sleðan en við stánumst á Fjárhúsfjörð hjá Eyjólfi. Já. Sátum á henni og rendum okkur niður. Niður Bólsklettana? Já. Það hefur verið svolítið snjór þá? Já, þá var mikið snjór. Ég var aldrei eitt svona miklu snjór.
En ég man þó eftir þess að moka út í Holstum. En ég man aldrei eftir því eftir að koma að Sel. Nei. Manstu hvaða ár þetta var? Nei, hvað hjálpir. Þú varst í Viðborðseli þegar þetta var? Nei, ég var í Holtum. Já, þannig að þú ert bara stelpaði þá. Já. Já, þetta er eitthvað starf á fyrstu 10 árum ævinar. Já. Já. Og hefði verið mikið náð að ég fengi að vera með því þeir reiðu náttúrulega drenginni. Nú var eitthvað svona kynjakvóti? Nei, þeir voru eldri og svona, þú veist. En voru ekki stelpur þarna á hinum bæjunum líka? Jú. Já. Við fengum, þess vegna þurftum við hurðina því við vorum svo mörg. Já. Þetta er skemmtilegt. Gaman að rifja upp svona sögur. En Halla mín, takk innilega fyrir að tala við okkur. Fyrirgefiði rugl í þér. Það er ekkert rugl í þér, það er virkilega gaman. Virkilega gaman að heyra. Og við mér langar að fá að taka eina mynd af þér. Má ég taka bara svona á símann minn?